Ríflega 150 iðkendur úr fimleikadeild Hattar sýndu á laugardag fimleikasýningu sem byggir á fjölskylduleikritinu Ávaxtakörfunni. Sýndar voru 2 sýningar í röð fyrir fullu húsi. Söngleikur Kristlaugar Maríu Sigurðardóttur og Þorvaldar Bjarna Þorvaldssonar Ávaxtakörfuna er löngu orðinn sígildur hérlendis en hann hefur verið sýndur á leiksviði, í sjónvarpi og í kvikmyndahúsum. Helgina var svo komið fimleikaútgáfunni hjá Hetti, en fimleikadeild félagsins hefur haft það fyrir sið síðustu ár að setja upp nýárssýningar í þessum stíl. Maður bara byrjar að finna eitthvað svona leikverk sem eitthvað svolítið kannski með góðu lögum í og það sem maður getur hugsanlega séð fyrir sér, sem maður getur sett inn í fimleika. Og þá býr maður til svona söguþráð, reynir að hafa hann einfaldað. Við erum með þessa sýningu með svona milli 150 til 70 börn og svo æfum við þetta bara í svona mörgu litlu grúppum og svo bara sýningardaginn það bara krossleikja við fingur og allt sett saman. Ávaxtakarfan fjallar einelti og fordóma. Ávaxtirnir búa saman í körfunni þar sem ananasinn ræður ríkjum. Jarðarberið er minnst og verður fyrir barðinu á eineltinu. Gulrótin tekur við því hlutverki þegar hún bætist í hópinn, enda ávaxtirnir lítt hrifnir af því að hafa grænmeti í körfunni. Þetta er stór viðburður hjá krökkunum og þau sem að nú er þetta 3. stóra sýningin okkar og maður finnur mun okkur ári til líka krakkarnir alast upp í þessu. Þau vita svolítið hvað þeim krafist og þannig að þetta verður svona, þetta er ótrúlega mikil samvinna hérna. Eplin vilja hafa allt í röð og reglu. Bananarnir vita sjaldnast hvort þeir eru að koma eða fara og svo eru það perurnar sem eru prakkararnir. Perur. Og hvernig eru perurnar eitthvað öðruvísi en hinn ávaxtirnir? Já, við erum að stríða. Við þurfum að gera það. Þurfum það að gera? Já. Þannig að þetta er svona leikrit sem þið fáið að stríða, þið fáið að vera óþekkt. Já.